Crazy Bastard á þriðjudögum en þar sem að Sveppi Krull í fríi og Blas Rokka eða Erpur Eyvindarsson mættur í hans stað þá opnuð með hvítum skóm hér þennan þriðjudaginn 20. ágúst og Erpur situr hérna beint á móti mér. Ég ætla bara að bjóða það velkomin, Erpur. Já, löflétt, verið velkomin í besta FM blöð þátt mannkynssöguna, góðu gestir. Það verður veistla í dag. Það er ekki Crazy Bastard lagið, en það er hinn raunverulega Crazy Bastard. Það sem að Sveppi í gæsluvarðhaldi. Já, hann var handtekinn á Spáni. Já, hann var á Spáni, já. Það er rosa fínt að vera gæsluvarðhaldi þar. Hann er úti núna að hafa kósi. Ef þú ættir að segja, sko, ef þú myndir þurfa að vera í fangelsi, sko, hvort myndir vilja frekar vera í fangelsi í viku í Tælandi? Nei. Bara ljónhörðu fangelsi, áhrif 0. Eða... Ég hef bara engan áhuga á því. Nei, veitu. Ég held ég myndi frekar taka 5 ára á Íslandi. Já, en ef þú verið 1 dag í Tansaníu eða Nýju Gíneu, hvort myndir frekar vera 1 dag í fangelsi í Kongo eða viku á Pattaya? Ég hef takað frekar viku á Pattaya held ég. Erum við ekki með réttan skilning á því hvað er að fara að gerast þarna? En ég held ég myndi frekar taka Þú veist, þú hefur að raða í þig, sko. Ég myndi frekar taka 5 ára á Íslandi heldur en viku. Já, ég myndi til að bara vera alla ævi á Íslandi í hverju fangilsi. Það er 1,98 þarna, veistu það? Er 98 fangin á hreini. Nei, það vissi ég ekki. Þvílíkt gamall og góður, sko. Já, ok. Þetta er það sem maður kallar OG. Það er alveg sama hvaða dóma hann fekk, það er lífstíðar. Já, sko, það er nóg mikið lífstíðardómum, þá náttúrulega bætast róna hvern annan. Já, en það er nú lítið um það, bara er ekki lífstíðardómar í Íslandi 10 eða 12 ára eða eitthvað? Ekki 16 eða eitthvað? Það er 16, já. Það er allavega aðeins minna enn í Bandaríkjunum, en eins og þið heyrið, kæru hlustundur, þá er Erpur hérna hjá okkur og verður gestastjórnandi í dag. Fyrsta sinn sem þú stjórnar heilum þætti með Gjalla. Já, ég er nú oft komið hérna að vera að tjöplast, en það var bara, Ari Edvald hringdi mig alveg miður sín og sagði, heyrðu, nú verður að fara að rífa þetta kjaftaði upp. Það er alltaf að vera að tala um einhverja húðvörur og kjaftaði og það er Pitbull spilað nánast stanslust, en núna er Gorgonzola greifin, Kammerbjörn kanslarinn og Ósta Visslum meistarinn Erpur Eyvindarsson komin hérna til Björgunar. Og við erum með, já eins og við sögðum veistlahand ykkur í dag. Ég ætla að henda hraðaspurningum á Erpur og eftir við með sturlaða staðreyndir. Erpur tekur hressu innkomuna. Töðhóðnið verður í fyrsta sinn í langa tíma. Aldrei að vita við heyrim í móðum minni og ég veit ekki hvað og hvað. Vil ég heyri í móðum? Já, þú nú ringdi hann áður. Já, bara... Þá er ég meðið þessum þætti. Já, jú, ég ringdi líka hann í nótt. Það er mitt góður. Já, ferskur. Varst ekki að sögðu okkur ekki nótt? Jú, ég held hún væri þar, sko. Það var ekki miskilningur. Já, hún er ekki að sögðu okkur ekki. Hvernig gekk á gærunni? Jú, það var þetta gaman og fínt maður. Já, krókurinn aðeinsluður. Já, krókurinn En okkur varst alveg fram á þriðjudag? Varstu bara að chilla í sveitinni? Já, ég er náttúrulega keir ekki fullur. Nei, ok, þannig voruð þú að bíða fram á þriðjudag? Löggan sagði, ég var alltaf blása á löggan, sagði, vilt ekki bara fara heim á þriðjudaginn? Varst alltaf blása á laugardaginn? Já, strax eftir giggið, sko. Og þetta var meira á þetta. Þetta komið hérna svo óvart. Ég hef verið þarna mikið bara í blackouti. Já. Og ég sá þetta actually bara svona þegar ég vaknaði bara í morgun, sko. Þetta er fyrsta sinn sem actually sérð bæjarfélagi kannski? Já, ég ætla ekki að segja að þú veist, að sjálfur, sko, það sé ykkur svona að fara á heimsminjaskrá þessi arkitektúr kannski, en meira hvað þessi fjörður er flottur. Já, hann er æðislega. Og þessar eyjar þarna. Málmey, Blessar og Sællunur. Drangey og... Þetta er eðall. Já, þú veist að það er að bjóða fólk í Málmey. Þetta er svona hluti sem þú veist ekkert. Jú, ég veit allt um svo. Þú getur lesið fyrir mig Pizza 67, þetta matselin alveg á klóknum, en þú getur aldrei sagt um að búið fólk í Málmey, en það bjóð fólk í Málmey. Já, ég er enda að vissi það. Og þeir voru vist að brugga og kviknaði vist í úr. Ég get neins að sagt eitthvað í hétu sem byggur þar. Ég veit það mikið um sögum. Já, ég get sagt eitthvað í hétu. Ég er ekki það harður reyndar. Ég get sagt eitthvað í hétu. Nú? Mikill meistari sem er alveg upp að það. Hann er Þormóður. Ok. Og það komur óvart hvað mikið að flottu liði ætta þarna og Skagafjörður. Já, Skagafjörðurinn maður. Þormóður, hann er eini Íslendingur sem hefur verið dæmdur fyrir guðlast. Nú ok. Og það er eitthvað sem ég er ennþá að reyna að fá, sko. Já, Spaugstofan, þeir voru nú dæmdir. Þeir voru ekki dæmdir. Þeir voru ekki dæmdir. Nei, hann var dæmdur og svo skilst mér ekki Friðrik Þór, hann er líka Jó, Geirmundur Valdís, Eyjólfur Sverris. Þetta er bara you name it. Jollin er það. Já, ok, ég held þetta væri bara þú og Ofurhugi og eitthvað. Og Sverrir Bergmann. Það er nóg til að liða þetta. Við skulum fá fyrsta lag dagsins. Þetta er Avicii, Wake Me Up. Hvernig vilar þetta lag, Erpur?
Fann að dansa hér, kæru hlustendur í loklags Wake Me Up með Avicii. Þetta er eitthvað ágætslag, sveinu. Ég fíla það. Þetta er ágætislag ef maður er að sjúa dick. Ég er ekki að því, en fíla lagið eitthvað síður. Það er komið að slúðri hér í FM 95 Blöð. Fylgistu vel með slúðri, Erpur? Ertu svona slúður tík, ef þannig voru komast? Nei, alveg núll. Alveg, þú ert að tala um eitthvað svona, þú ert nú að tala um hérna. En svo ferð á vísi.is svona, ferð að skoða lífið og allt svona. Já, appelsinu húðin á Ríunnu og eitthvað svona. Já, það er ekki að tjekka á svona eitthvað. Nei, alveg núll, sko. Alveg núll, ok. En ég ætla eins og að segja það smá slúður hérna og aðtuga svona hvað þið finnstu það. Ég ætla að byrja á Evu Mendes og Ryan Gosling. Já, sko, Eva Mendes er eins og allra fallegasta. Ég er bara að bíða eftir að Ryan Gosling kúki í buxurnar vegna þegar Eva Mendes náttúrulega, ég á hana, hún er bara, hún er fyrir mig, sko. Við höfum tekið viðtalið hana, við tókum viðtalið hana í Strákanum. Já. Ég hef aldrei séð hana eins fegur, svona uppblósin persóna. Hún er kúbani, sko. Já, hún er rosaleg maður. Þetta er, akkur fyrir þú alltaf, ég er alltaf að sjá það einhvern segway á fucking Costa del Rascat. Þú og Glísnika og Mikki Grikki. Af hverju þið ekki á Kúbu? Það er sem að, það þarf að líta svona út, sko. Já, sko, málið er, þú ert í ágætis máli núna, því að samkvæmt slúðupressunni úti, erlendi, hérna í Bandaríkjunum, og þá ætlar Eva Mendes að fara að gefa, Ryan Gosling svona ultimatum, eins og þeir segja hér. Ég er búinn að vera að vinna í henni. Hún veit hring. Hún veit hring, já. Já. Frá Ryan Gosling. Já, þetta er svolítið það sem hún hefur verið að segja við mig. Hún er að segja að þetta er ekki, ég býð upp á öryggi framtíð á Íslandi. Bara þegar ég heyri Erpur Eyvindarsson, ég hugsa, wow, stabíl gaur. Það er fyrsta sem ég hugsa. Ég er að búa, ég sagði við hana, ég er að útbúa reiður fyrir okkur í Vindakverfinu. Í Kópavogi. Og ég er búinn að hengja fjölskyldumyndir frá mínu megin, sko. Já, vantar bara hennar. Rauður veggur frá kúbanska partinum. Hún er 39 ára og hann er 32 ára og samkvæmt, pressin úti og samkvæmt vinkonum hennar að þá vill hún fara að eignast bara börn og fara að stofna fjölskyldi, Eva Mendes. Ég er alveg til í allt þetta, sko. Ég get alveg dælt í hana alveg. Ég get alveg þetta var ekkert eitthvað ultimatum fyrir mig. Ég var bara, feskur, til. Þetta tala um Evu Mendes. Þú tala um framtíðar eiginkonu mína hann. Já, reyndar, ég ætla ekki að fara eyðileggja það fyrir þér. Ég ætla ekki að fara eyðileggja það fyrir þér. Þú bara svitna á skallanum við að tala um þetta. Svo er það Lindsay Lohan, það er nú líka framtíðar fyrir henni, ekki? Já, þú mátt nú alveg eiga hana minna. Það er að beina leið að blönda oss með það dýr, sko. Hún var í viðtali á Oprah Winfrey á tónum og það sem að ég varði eiginlega bara að taka þetta með þetta í slúðrið því að það sem að stendur hérna nákvæmlega í þessari frétti er að Lindsay Lohan loksins opnaði sig við Oprah og viðurkenndi að hún var í fíkill. Eða en addict. Já, ok. Vá, shocker. Hún er búin að vera gubba í drastlið á sér núna í bara árataugi, sko. Já, hún er búin að í tómurugli greið, sko. Hún var bara núna að opna sig. Já, og nú var hann, þetta er sem sagt í fyrsta sinn og umbóðsmaðurinn hennar, ég held hún sér búin að skipta einhverja 5 eða 6 umbóðsmenn á stuttaferli sínum, var að viðurkenna að þetta var í fyrsta sinn sem að hún opna sig með það og segir actually að hún sé fíkill. Hún er alltaf svona, veist, bara talað hún sé að fara í meðferð bara til að hvíla sig og eitthvað svona, en hún sé svona farin að horfast í, bara augu við veruleikann. Svei mig þá, gefum henni það þá. Hún er lauflétt. Já, hún er svo. Hún er lauflétt. Já, það er vesen á henni. Greið, ég óska henni allsins besta. Svo í lokin þá er það Hulk Hogan, þá að fara að gera bíómynd hann. Og hann vill að Chris Hemsworth leiki sig, eða gaurinn sem leik Thor. Sástu þið þá mynd? Thor. Þetta er alveg gjöss. Thor-myndin hana, mislukast að drasli heimi. Nei, við erum Íslandingar, sko. Við vitum nú aðeins meira heldur en einhver mongolíti frá Nebraska það hvernig þetta leit út. Afturinn kemur Thor og hann er bara, hann er gult hár. Það er eins og hann vil láta lita hára á þessu í æsufellinu. Þetta var Marvel bíómynd, ég er bara að tala um hann sem slíka. Hvað heldur þið sé að fara í einhverja guðafræði hérna? Já, akkur ekki. Akkur fengjum við ekki Þór bara ljónharðan, ekki einn lítan út eins og einhver sænsku skíðastökkvari. Hver átt að leika hann þá? Aflitun bara úr afgræstónu flikkflakk í hlíðunum, sko. Hver átt að leika hann? Fá einhvern alveg durg, svona skandinaviskan durg, sko. Ok. Þessi gæði var ræðileg. Chris Hemsworth, hann allavega, Hulk Hogan vill að leiki sig. Hann má alveg leika en hann Hulk fyrir mig, sko, hjössamlega fram og tilbaka, sko. Bara ekki Þór? Nei, Þór, það er okkar maður, sko. Já, mér fannst myndin ágætt, sko. Já, þér finnst þú svo margt bara ágætt, alveg. Já, ég er svona jákvæður. Þetta er málið, þetta sem gerist, það var náttúrulega, það var náttúrulega ekkert
eða þú veist, það var rosalega lítið svona, þú fækst það svo sjokk þegar þú fluttir í bæinn. Það var svo mikið, þú veist, allt í lit, sjónvarp í lit. Gat farið í bíó, Kringlan. Þú ert ennþá svona, því að geðveit að fara í Kringlu, þú átt að hringja í mig og beða mig að koma með í Keil og bíó. Ég ennþá að leita borgarkringlunni. Já, varst ekki búin að finna. Ég var búin að tekna þetta niður fyrir þig. Nei, ok, sko, máli, ég veit að þú ert að bullu með goðafræðin og allt þetta, en bara þetta var ágætis bíómynd, Marvel og menna... Þú var steindi þegar þetta að fara saman í bíó og menna, sko. Tekur pop og kók og kíkir á myndina. Já. Þetta var slúður dagsins, þakka Erpið Kjallaði fyrir sitt innlegg, við ætlum að fara í örstuttar auglýsingar, svo ertu tilbúin fyrir hressuinnkomuna. Heldur þú getur leikið, sko, málið það sem eina challenge yfir hressuinnkomuna, þú ert að tala stanslaust í mínúti, reyndar ættir að fara létt með það. Já, ok, þetta er þannig, já. Þetta er mínúti. Já. Ok, fáum auglýsingar fyrst, svo það hressa innkoman sturla staðrindur og leira. Menningafjör FM 957. Vilt þú eiga möguleika á að vinna stórglæsilega vinninga á menningadaginn? Farðu í ein af 3 verslunum rúmfattalæðisins á höfuðborgarsvæðinu og nældu þér í FM 957 blöðrum og vertu með hana með þér í miðbænum á milli 13 og 16 á laugardaginn. Við munum leita upp í digga hlustendur FM 957 og gefa fullt af frábærum vinningum. Þú gætur unnið glæsilegt Cube-fjallahjól frá TRI Suðurlandsbraut, skemmtikort í skemmtigarðin Smáralind, ásamt Pepsi-pakka, gjafabréf frá biljardbarnum Faxafinni, gjafabréf frá E-Label og Evelyn og þar að auki fá allir vinningshafar 2 miða á myndina Kick-Ass 2 frá Laugarsbíó. Vertu með okkur í Menningafjöri FM 957 næsta laugardag. Nei, ekki rauður kall aftur. Jæja, þá skokkar maður bara á stánum í staðinn. Það þýr ekkert að stoppa neitt. Ó nei, þetta er kannski bara að hlaupa þetta maraþón á stánum. Þannig fyrir að hlaupa át alla trissur, verðast bara við marklínuna, skokka á stánum. Svo sirka tíma sem maður tekur að fara maraþóni. Leka svo yfir línuna maður. Rétt á undan gæjanum sem gefur fyrst í mark. Mikið var það gaman. Við fylgstum með Pétri Jóhanni undirbúa sig fyrir Reykjavíkur Marathon Íslandsbanka á Facebook. Við bjóðum góða þjónustu. Íslandsbanki. Verslunar og þjónustuaðilar, sýnið ábyrgð og stöðvið verðhækkanir. Það gagnast okkur öllum. Stöndum saman og rjúfum vítahring verðbólgunnar. Samiðn. Fáðu þér fartölvu sem gleður augað og skilar þér árangri. Áferða fallegar Sony Vaio fartölvur. Verð frá 89.990 krónum. Verslanir Nýherja, Borgartúni og Kaupangi. Stundum þarftu smá lán. Þú stjórnar upphæðinni og við leggjum inn á reikningin þinn samdægurs. Múla.is. Peningar á mannamáli. Hjólabrekka og BMX-keppnin Smárafest verður haldin við Smáralind sunnudaginn 25. ágúst klukkan 1. Glæsileg verðlaun og frábær stemning. Rúllaðu inn á skateiceland.is og skráðu þig til leiks. Smáralind. Skiptibækur á frábæru verði. Griffill, alltaf ódýr. Lokadagar útsölu hjá E-Label og Evalín, Laugavegi 32. Íslensk hönnun á frábæru verði. Tökum vel á mótið þér. FM 95 blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Topp tónlistastöðin FM 957. Þeir eru að hlusta á FM 95 blö, Öddi og Erpur með eitthvað til 6 í dag. Við erum í fantafíling og ekki er fílingun að fara að minka því að Erpur á að taka hér hressu innkomuna. Og það er endar gaman að segja frá því að það er orðið ansi langt sen einhver tóku hressu innkomuna. Af því að sko ég hef látið alla gestastjórnum mín að taka þetta, en svo eftir að Pétur byrjaði með okkur fast að þá er eiginlega aldrei gestastjórnundur. Þannig að það er eiginlega, það er orðið mjög langt sen við fengum hressa innkomu. Og þetta er ekki flókið Erpur. Ég er hérna með klukku og þú ert að tala samfleytt í 1 mínútu, vera geðveitt hress og koma inn svona bara, já þetta er svona basically eins og sért rosalegur hress FM starfsmaður. Við erum mjög hressir hérna á FM. Jú, það fer ekki á milli mála. Nei. Og hvað er ég að kynna? Hvað er ég að... Já, þú endur á að kynna lagið Can't Hold Us með Macklemore. Já. Can't Hold Us, Macklemore, Já. Sem að er enda sko... alls ekkert slæmt lag. Æja, mjög gott. Og við svona dæmigerðan svona FM sultuhund, þá ætti hann náttúrulega að vera að kynna
J-Lo og Pitbull. Já, viltu kynna Pitbull? Nei, við erum búin að ákveða að það verður ekkert Pitbull í þessu þætti. Nei, en þeir eru komið nóg, sko, finna þér spáð eins og Egill og Hjöbbi, þeir eru ekkert að grínast með þetta. Þeir eru veikir. Þeim finnst hann bara geðveikt töff og lögin hans ógeðslega flott. Já, þeir eru veikir. Já, það er bara eitthvað aðra. Það er líka alveg hluti sem þeir gera sem maður gerir ekki, sko. Mr. 305, hann er ekki vinsæll í rappheimum. Nei, það er alveg mislukkaður nölli, sko. Ok, ert þú tilbúinn? Ég er tilbúinn með klukkuna. Þú ready í mínútu? Já. 1, 2 og hræstaðinn koman. Já, góðan dag og gæðan gestir. Þetta er Efedrín og Esteban hérna, beint á FM 95 blöð, FM 957. Mennur hérna búin að vera að sjúa Dix fram tilbaka. 24/7, 365, þá sjúum við Dix hérna upp á FM 95 blöð. Við erum búin að hlusta á bókstaflega allan Pitbull-katalógin. Við munum fleia J-Lo og Morten Harket þetta fljótlega. Það viljum við gefa pizzu, við ætlum að gefa þykkbotna pizzur fyrir það sem eru mest að þykkbotna. Við erum að tala um þröngabóli, við erum að tala um flösusjampó, við erum bara að gefa hræðarhluti, húðvörur og gefa jafnvel Dixsök fyrir einn nema nokkur hressir FN-starfsmenn detta hérna inn og slafra eins og einum eða tveim lörfum. Við erum hérna að gefa flöskuborðar hressó og illa köttað post-læktarspít sem að fer undir borðið og ekki sinni frá því. Ég held að fólk hafa ekki heyrt af því, ég tala svo fucking hratt af því ég er svo illa fucking fleysaðar á ólum efnum. En verðið hressjó á flöskuborðar hressó. Gaman að segja frá því, ég var einmitt að leigja hérna íbúð sem ég sá bara myndir af á netinu. Það var enda loftkæling inn á henni en ég ákvað samt að leigja hana og borgaði fyrirfram inn á reikning hjá okkur nýgrísku nákvæmlega, líður hræðilegt út af því. Það er mjög gáðlegt, eins og allt sem ég geri og segi. Pitbull, næsta fónin? Nei, ekki þetta skipti. Við ætlum að leyfa ykkur og heyra eitt annað lag og það er ekkert annað en Can't Hold Us Back með Macklemore. Vel, ger. Meeting at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark. Ég var rétt með því að segja þetta sé fyrrum topplag íslenska listans Can't Hold Us með Macklemore. Já, þetta er hérna að magna sko að, já þetta er gott lag og þetta er góður sko. Er hann að vera virtur svona í rappheiminum? Já, ég myndi alveg segja að hann sé alveg með það. Hann náttúrulega, sko rapp hefur aldrei verið opnara svona og svona það aldrei verið meira, sko það er allt leifilegt í rapp í dag sko. Ekki allt sko, en þú veist það er svona allt sem er ekki kjaftaði. Og hérna En hann er ekkert að fá skít fyrir það eins og hann er með mjög flott lag hérna í spilun sem heitir Same Love. Já, það er máli, þetta er að gerast hægt og hægt sko. Já. Af því að þú veist, þetta er miklu meira, kannski þessi rapp hlustendur í Bandaríkjunum sem eru illa kannski mikið, alltaf, fyrst og þetta alltaf bara, sko, bleiknefjar, skilur þú veist, í dag, en svona þeir svona harði kjarnin er oft sko ómenntaðir úr einhverjum fátakarkvörum. En er ekkert endilega vont fólk, það er bara fáfræði sem veldi kannski að þeir halda að homós séu hræðilega náungar og eitthvað. Og en svo er þetta bara spotta sem þetta síast inn og það er bara ekkert þannig. Og þá er þeir ekkert með eitthvað, þú veist, það eru stærstu rapparætti náttúrulega, þú veist, þegar Frank Ocean kom út á skápnum úr Odd Future. Já. Þú veist, þegar hann kemur út á skápnum og er sérst bæ, þá er tekið bara mjög vel á móti, sko. Það tala nú þegar frend okkar í NBA, þú veist, hvað heitir hann? Það var NBA-gaurinn eða sem var að koma út skápnum. Var NBA-gaur að koma út skápnum? Já, bygg, svartur og vöðvaður maður. Já, ok. Ég hef ekki fylgst ná vel með því. Ég fylgist nú samt vel með NBA. Já, ég fylgist volað mikið með blökkumannum. Sem er að koma út skápnum. Já, ef ég frétta blökkumanni sem er að koma út skápnum þá veist það. En sko, það sem hann gerir með þessu lagi, það er bara mjög töff og það er ekkert verið að fronta. Ef þetta er gerst fyrir svona 15 árum, þú veist, þá hefði þetta verið allt öðruvísi, sko. Já, þá hann fengið einhvern skýt fyrir þetta. Já, sennilega, sko, en núna, þú veist, núna er alltaf líka bara, sko, þetta homma, sko, þetta swag-dæmi, það er svo hommalegt. Já. Að vera svona út úr swagaður, sko, það er mjög hommalegt þema. Og þannig að núna eru allir, sko, rapp, sko, og veist hvað ég meina, að vera bara með brjálum designfötum og einhverjum pelsum. Bara Jay-Z og félagar. Já, Jay-Z og með, Nýkonur og naglasnýrtingu. Það er swag, skilur við. Það er gay, þú veist. Það er bara 50 cent að setja það á Instagram í dag, bara nýkomin og naglasnýrtingu. Þess vegna allir gayararnir í rappsenninu til dæmis í New York. Þeir eru að segja bara, herðu, þú veist, það er ekkert við sem að, það er þið sem komið til okkar, sko. Segja fyrir restina af rap-geiminu, þið komið til okkar. Við vorum að láta snirta okkur þarna, snirta okkur hérna, þegar þið rappningis komið inn í okkar game, sko. En hver er svona besti rappari heims í dag, að þínu mati? Þú veist, það er rosa erfitt að segja líka því að það er svo mikið nýtt, sko, mikið ungum. Hver er þinn uppáhalds? Er það eitthvað svona gammal, eitthvað svona legend, eða? Já, hann alltaf fullt, þú veist, ég er búinn að hlusta á þetta svo lengi, það er ekki hægt að nefna eitthvað eitt, sko, en ég meina, mjög skemmtilegt, náttúrulega, bara, þú veist, allt þetta A$AP fjör og Kid Ink er mjög skemmtilegur, þú veist,
Freddie Gibbs, ég geti nefnt miljón. Já, ég veit ekki eins og hvað Freddie Gibbs sko. Nei, þetta við skal kannski grafa upp eitthvað hérna, kannski finnum við eitthvað hérna, einhverju dollu hérna, við FM hérna, eitthvað annað en bara Pitbull, sko. Já, ég var náttúrulega vonast til að myndir segja þessi hér, því að þetta hérna lag í miklu uppaldið mér. Hold up. Hey, for my niggas who be thinking we soft, we gon' play. We gon' rock it till the wheels fall off. Hold up. Hey, for my niggas who be acting too bold, take a seat. Hope you're ready for the next episode. Hey, smoke weed every day. Hlaustu svo vindurinn. Þú getur þetta. Já. Hlauparar, munið að skrá ykkur á hlaupastyrkur.is og safna áheitum. Við bjóðum góða þjónustu. Íslandsbanki. LG Optimus G snjallsíminn sá fullkomnasti frá LG. Hann fekk 6 stjörnur af 6 mögulegum hjá virtu tæknitímariti í Danmörku. Þú búinn að skoða hann? Hann nefnilega á verði sem kemur þér á óvart. LG. Lífið gott. Núna væri gott að skreppa í sund. Ef þú ert með bláa kortið, færðu helmingsafslátt í laugarnar á höfuðborgarsvæðinu. Ef þú ert ekki með bláa kortið, þá sækirðu það á hringtorg.is eða í næsta útibúi Arion banka. Það borgar sig. Arion banki. Það eru sérfræðingarnir hjá Te og Kaffi sem sjá kaffivélarnar, rista sérvaldar kaffibönir og koma reglulega í gæðatékk á stöðinni. Það finnst líka á bragðinu. Stöðin. Epli.is Allir leikirnir í enska boltanum í beinni á Home, Austurstræti 12, í boði Carlsberg. Dell, Samsung, HP eða Apple. Þú fær tölvubúnaðinn hjá okkur. Advania.is Þú ert að hlusta á FM 95 Blu. Það hárið að tjóna þeirra að hlusta hér á FM 95 Blu og hann situr inn að beint á móti mér, hann Erpur Eyvindarsson, stýttist í sturlaðar staðreyndir. En ég ætla að spyrja það núna, Erpur, sem að ég hef spurt nokkra gestastjórnendur að. Ef þú mættir, þú hattar nú ekki að fá þér hans í tána. En ef þú mættir velja þér, hvaða 3 sem í heiminum, þá er að tala bara eitthvað 3 einstaklinga, hvaða 3 myndur þú velja til þess að taka með þér út á lífið hér á Íslandi? Á Íslandi? Já, sko, þetta má vera hver sem í heiminum, en já, þið væri samt að... Við þurfum að vera eitthvað á Hressó og eitthvað. Þú ert ekki að fara að vera á Miami með Pitbull, sko? Nei, ég panta ekki, en sko, ég myndi, Búin að hugsa einhvern góðan lista? Já. Ég myndi vaða í þetta með, sko, Balta, Friðriki Þór, áður en þeir hætt að fá sér. Ok, þannig að þú myndi velja annarkot þeirra þá sem fyrsta eða? Já, þetta er í röð. Þetta er röð, ok, Balti. Ok, ef þetta er röð, þá myndi ég taka fyrsta djammið með Fidel Castro Rús. Þess að fyrirhandi fórseta Kúbu. Og hann vist helvíti kræfi, sko. Erró, listmálarinn, okkar stærsti, hann hefur tekið snúning með Castro. Það verður flott að sjá þig, bara með Fidel Castro, bara hvað, á dönsku eða? Ég veit ekki með dönsku. Við erum nú að gera kröfum að væri allavega að hafa hann að klöpp á... Jú, það er nú til þar. Jú. Ég myndi rúlla þarna á milli. Ég held að, sko, spurning, hvað heldur að hann myndi... Myndur þú samt velja hann svona í alvörun, Erpur? Þú ert hreinskill núna. Þú myndur taka hann í staðin fyrir að vera kannski alltaf með Jay-Z eða eitthvað með það. Já, þú veist, Jay-Z, hann jamma með Castro. Ok. Hann ný, hann hélt upp á brúðkaupsafmæli með Beyoncé bara fyrir nokkrum mánuðum. Ok. Og eins og hann segir í laginu Otis, og segir hann I'm smoking the Cubanos with Fidel Castro in Havana, sko. Það er það sem við erum að fara að rúlla í, sko. Þannig að þú varst að fara að dætt í sama baka. Þannig að við myndum að hringi Jay-Z, Check of Common og NASA, því þessi rappar óslega mikið niður á Kúbu, sko. Ok. Og ef þú lest, sko, lýsingarnar þegar Erró að fá sig með honum niður á Kúbu, þá var það alveg geðveitt, sko. Ok. Það var þvílíkt. Þá ertu búin að selja mér þetta. Þannig að hann fyrstur í þér. Hann fyrstur, og síðan myndi ég segja, sko, númer 2, það væri gott að taka eitt snúning með sko, ég verði að segja trúna. Ok. Balti, Friðrik Þór, Egil Helga. Allir þessi gæjar
sem voru að fá sér og eru úrslega eðlilegir og flotti gæjar dag voru að skíti í drastlið á sér hérna þegar þeir voru að fá sér. Ég meina man eftir þeim voru rullandi í kantsteininu sko og ég hefði viljað rulla með þeim einhvern veginn. Byggja með þeim í ræsinu. Taka eitt með þeim sem sagt áður þeir hættu. Þeir voru ekkert er þetta ekki full hartilega að tekið í ræsinu kannski? Ég náttúrulega að ígeta en jú, menn voru að fá sér. Já, menn voru að skýta létt. Og þetta eru svo miklir fagmenn, þannig að þetta er svona eins og hafi verið bara í álum. Já, svo eftir að hætta að fá sér, þá voru þeir að gera svo góða hluti og allt svona sko. Já, það var endur ekki að ég sé að tala illa áfengi. Nei. Ég haldi að ég sé að tala illa áfengi, en fattar það mig. En hérna, þannig að ég myndi taka einhvern snúning. Með einn af þeim, já. Já, í þriðja, þetta eru 3 gæjar, ekki? Jú, 3. Ég myndi hérna... Má líka vera kona. Já, konur almennt ekki góð drykkjufélagar, sko. Já. Það er hérna, nei. Ég myndi vilja hérna, djamma með páfanum. En aðalega bara til að gera það góðverk að stöðva hann frá því að fara í börnin. Það er flottið saman, þú og páinn. Ætla helviti páfann, maður. Ég held að Maradona er alltaf hana. Jó, en ég fór aðeins að hugsa Maradona, þú veist, það er ekkert, ég myndi ekkert vera eitthvað bara, hei Maradona, við ekki að fá okkur einn tvöfaldan hafana. Það væri bara, þú veist, á meðan ég væri bara pant að hafa hana, þá væri hann búinn að leggja og skrifa nafni sitt í Yeyoi á helvitis barborði og búinn að trína sig, sko. Er hann ekki hættið því röglega? Jú, hann er hættið því. En ég meina, ef maður myndi djamma með honum, þú veist, ég meina, hvernig djammar hann í dag, sko. Já, það er enda góð spurning. Hann dansar tango. Hann er náttúrulega Argentínumaður. Náttúrulega legend. Þannig að við vorum að tala Fidel Castro, Páan og Balta eða Frikador. Já, og... Nei, Friðrik Dór, segir. Já, Friðrik Dór. Ég þarf til að djamma með Friðrik Dór. Hefurðu djammað með Friðrik Dór? Ég er fullasti hundur í heimi. Það staðið með beinu? Ég er miljón sem djamma með Friðrik Dór og það kemur lígilega mikið óvart hvað hann er sko glæsilegur í glasi. Já, það kemur ekkert óvart. Glæsilegur drengur þar á ferð. Já, ekki spurning. En þá vitum við það, kæru Friðrik Dór er fullasti hundur í heimi. Það er Friðrik Dór, það er Balti, það er Páinn og Fidel Castro. Keks í FM 95 blöð. Hérna, hlustar á þetta bara í alvörun. Ert þú alveg bara, hei, ég ætla að fleia einhverju hræðilega útuð, sultuð, drastli á fónu. Ertu heima, ertu með þetta út í bíl? Fást þetta People? Já. Ég er endur ekki með þetta út í bíl. Mér finnst þetta samt ágætis lag, sko. Trúðu mér, ég læt alveg að heyri mér hérna, mér finnst eitthvað lag ógeðslegt, sko. Mér átti að það eru hræðilega lögin á milli, sko. En... Hvað er mest að ógeðið sem að... Ég veit það. Frutan Pitbull. Já, það er einhver lög sem ég hef bara ég hef verið að byrja hérna klárað innkomu, sett á lag sem ég hef svona ekki fatta að væri að inni. Langaði að sjúa dig. Nei, bara þetta er eitthvað. Orðið að taka út. En ég myndi að segja að það er mjög góð tónlist núna í þettin. Ekki þessu, hvað er þetta? Hvað er glæður? Fínasta lag, Pumped Up Kicks. Ætlum að fara eins og núna í sturlaða staðrendir eftir. Ertu tilbúin í það? Já, verið með rætti. Það sem er skemmtilegt þetta að þetta eru staðrendir en þær eru sturlaðar og þær eru 10 og hér byrjum við á fyrstum. Ben & Jerry's var með reglu að það mætti enginn þéna meira en 5 sinnum meira en það sá sem var lægst launastar í fyrirtækinu. Jú, þetta er góð regla. Já, en það er dögt í dag. Það er ekki til einn heiðalegu svona motherfucker í dag. Í gamla dag þá var svona alvöru gæjar, sko. Ég spáði, þegar þeir eru að byrja með þetta, Ben og Jerry, þá er þetta greinlega topp náðungar til að byrja með það. Allir á góða launum. Þannig er alltaf í byrjun. Þegar það er að byggja ykkur upp og þegar menn eru ennþá í tengslu við framleiðslum og vinnuna. Síðan er þetta einhverju hluthafar sem eru bara í tengslu við kókainsallansinn og Wall-Street og það er eina sem er í gangi, sko. Ég get alveg lofaði því að það er einhver hluthafi í dag með meira en 5 sinnum hærri laun heldur en sá sem er að framleiða ísinn þarna í verksmiðjunni. 5 milljón sinnum, sko. Já. Svo er það hérna, Facebook og Twitter voru fyrstu síðurnar til að taka fram úr klámi á netinu. Og í dag eru þessar síður vinsællega en klám. Sem, já, ég ætla rétt að vona það. Fjandinn, feir maður ekki inn á Facebook 2-3 á dag. Jú, er ekki bara líka ágætt að fara inn á Facebook þegar maður langar í klám og vinna í þessu einhvern veginn og reyna að komast. Facebook er reyndar alveg svona... Að upplifa sitt eigið klám, kannski. Já, það ekki svona eitthvað tilfinningaklám. Jú, það er líka bara svona undirfarin að klámi. Eða þú veist, skilur, kynlífi. Skilur? Og farin á Facebook? Já, ég veit ekki, já, Ertu að póka það? Þú ert í svona Candy Crush geðing, eða svona, þú ert eitthvað leikjum af fjössinu, eða ekki? Farmil og eitthvað? Já, það er ræðilegt, sorry með það, sko, nei, þú er miskilað þetta allt, Já, ok. Mennur að leggja hann. Nú, þú verður að fara að kenna mér þetta. Já, ég skal kenna þér að leggja hann, vinnur. Johnny Depp hefur aldrei séð mynd með sjálfum sér í. Ég er ekki alveg að kaupa það. Nei, ekki þetta. Hann hlýtur að vera búin að sjá einhverja.
og þetta líka svo steikt, vill maður ekki, sko, læra hann ekki að því að horfa á myndirnar, sko. Þetta? Jú, ekki spurning. Ég skil hann alveg að mitt ekki að horfa á Lone Ranger, sem hann var í einu daginn, ég fór á hann í bíó, Hórbjörður. Hún Disney mynd. Já, ekki fara á Disney mynd. Hún var ekki nógu góð. Nei, það er bara hræðilegt. Og 3 tímar, sko. Og var hún svona astnalega svona barnaleg, svona eitthvað. Já, þú veist, bara svona hálftíma atriði sem gerist upp á lest, þú veist, hann er að róta hann, hinn rótar hann og eitthvað svona bara pirrandi, sko. Já, líka bara, þú veist, líka bara, sko, ef það er Disney, þá verður það að vera, hérna, hvað er þetta, Pixar? Já, það er enda gott stöð. Það er allt annað dæmi. Það er bara, þótt að þeir hafa frelsi, sem að þessi venjulegu Disney rappa bara hafa ekki, sko. En ertu búin að sjá Strumpana 2, 3D? Nei, ég var rosalítið fyrir Strumpa, sko. Já, mér er svo. Ertu eitthvað í þessu það? Nei, ég er góð. Þú að tala inn á þetta? Ég er feskur, sko. Já. Svo er hérna, geirvörturnar á höfrungum eru í rassinum að þeim. Og kálfarnir stinga hausnum í rassin og mamman spýtir mjölkinni þegar hún að gefa. Það er svona eins öðru í senni hjá okkur. Já, byrju, ok. Þetta... Svona lærir að vera í FM 95 Blöð. Já, þetta er sem er magna, því að höfrungar eru sko, ég hef rosa gaman af höfrungum. Já, höfrungar eru reyndar algjör hálfvitar, sko. Það eru illmenni, sko. Já, ég er búin að komast að því. Já, en það er gaman að þeim, sko. Já. Þú setjum með stærsti höfrungurinn, það er háhyrningur, og hann er að lemja seli, sér til skemmtilur. Hefur ekki séð þetta? Þeir sko, þetta er nástefna með þess að fyrir utan Ísland. Já, ok. Þeir eru að berja, taka eitthvað sel og bara gjörsamlega ganga frá honum og eru kannski 4 háhyrningar saman og svo hefur það gerst að þeir hafa sótt hann á ströndina, tekið eitt sel sem var bara eitthvað löfléttur, lá bara. Þeir sko höfrungar elska að spegla sig. Já, og þeir sko stunda kynlíf sér til ánægju, eins og öll gáðu dýr gera. Og líka sko, þeir taka hérna svona babyhöfrunga frá sko mæðurum sínum og þeir fá hann ekki nema þeir stundi kynlíf með þeim. Það fá ekki bönnina. Já, þetta er svona kúun og það sem gera líka, þetta er stundar mannrán. Höfrungar eru fíbl. Já, þetta er hræðileg náungar, en það er samt gaman að þeim, sjáðu. Ok. Eða þú veist, er það ekki? Er það ekki gaman að horfa hvað þeir eru geðvíkir? Sjáðu, svo stundar það mannrán, eða aldrei mannrán, stundar höfrungarán. Þeir taka þeir vilja vera vissum að hún sé ófrísk af þeim, sem sagt kettlingin, höfrungarkettlingin. Þannig að þeir sko fá félaga sína til að sko ræna henni. Þannig að hann er alltaf að þefa bara, hvernig hann skynjar á hann sem ófrísk eftir sig. Og það er ekki fyrir en hún er ófrísk eftir hann er safe á því, þá bara sleppur henni. Já, ok. Já, þetta eru, þú ert búin að lesa jafn mikið það og ég maður. Þetta er alltaf ógeðslega náungar, staðreynd, en ég meina að þú veist, er þetta ekki samt svona athyglisvert út frá því að... Jó, reyndar. Já, þetta er athyglisvert, ég geði það. Svona eins og vorum að tala um Kaos og kirkjuna. Það er svona svipað dæmi. Já, rosalega athyglisvert líka. Svo er það hérna, ég ætla ekki að fara út í það aftur með þér. Varst þú í KFUM? Eitthvað það var slingur? Esotefóbía, veistu hvað það er? Veistu hvað esotefóbía er? Já, kynsjúkdómur ykkur. Hræðsla við að missa sveinið að meitdóminn. Og þetta hrjáir fólk. Það sem betur fyrir maður nú laus við fóbíu. Þetta er til þess mjög kathólskt líka. Já. Þú veist, og bara svona, þú veist, það er fullt af sko í svona fullt af trúarbröðum að stelpur meiga bara ekki á nokkur tímapunkti sko missa meitdóminn fyrir en að það er búið að gifta þær. Já, reyndar. Og þetta er svo mikið sko. En það er það fóbía hjá þeim samt? Er það ekki bara eitthvað lífsreglur þarna í... Jú, en ekki kannski búin að koma því inn hjá þeim. Til þess að sumstar í Egyptalandi, þá er sko, hafa lakið á brúðkaupsnóttina, það er hengt út á svalir. Þannig að brúðkaupsgestirnir sjáu að það sé blóð í lakinu, sem staðfestinga á það að hún hafi verið hrein með. Förum í skemmtilegri staðreynd. Íkornar sofa 14 tíma á dag. Aha. Ég veist eitthvað krútlegt við það, ég sé fyrir mig svona íkorna liggjandi upp í tré á bakinu, í chilla. En sérðu það, þeir lifa líka 14 tíma á mínútu. Hefur þú séð hraðan á þessu geðinga? Þeir eru skuggaði. Ef þú fer ég hef átt við svona geðinga, þetta eru fárlega skemmtilega dýr. Ég var í Mexico City, það var allt stappað í garðinum, í höfuðborg Mexiko. Allt stappa íkornum og þeir eru bara í ímanni, hoppandi á mann og djöflast. Já, en ég líka hef komið aðra sturlaða staðreyndum íkorna að þetta er vist einhver bestu dýr sem hún finnur. Ef að þeir finna svona baby íkorna, þá ætlaði það. Og íkornar eru aldrei óvinnir. Þetta er svo góð dýr. Pældi, hvað, ímynda þessu, höfrungar, þeir eru ógeðslir. Já, en íkornar æðislir. Íkornar æðislir. Já, spáðu ef að maðurinn væri eins og íkorni, gæti ekki átt óvinni. Það verður geðveikt. Það verður bara stórkostlegt. Ætlilega bara finna eitthvað random baby. Bara, við verðum kannski bara núna... Þá er ég kannski að tryggja barna faðir. Já, við verðum kannski niður í bæ. Svo verður kannski svona eitthvað barnag fyrir utan Café Paris. Eitthvað baby sem verður bara eitt.
Við myndum bara djöfla babyinu bara heim til því. Ertu ekki ennþá í Garðabænum? Jú. Já. Þið getur verið það fjölskylda. Það er svona, hérna, Rússar kölluðu bjór ekki áfengi fyrir 2011. Þá undan var allt undir 10% áfengi, pilsner eða softdrink hjá rússum. Já, ég held að það hefur verið kallað kjaftaði. Já, við erum ekki kjaftaði. Sem er softdrink, já, en það er bjór kjaftaði. Þannig að bara úlingar og krakkar máttu bara kaupa bjór, þetta taldist ekki sem áfengi. Já, ég held að úlingar og krakkar máttu hvað sem er kaupa vodka, sko. Já, menn eru svolítið í vodkaðum í Rússlandinu. Skuggalegt. Við hefum komið til Rússlands, eða? Já. Já, ég langar að kíkja þangað. Þar færðu, sko, þar eru vodkaflöskurnar, sko, ég fekk mér, sko, vodkaflöskur sem voru svona 2 lítra með svona handfangi. Já, ok, varstu bara að drekka það bara eins og bjórflösku? Já, bara kýl í sig alveg, það var alltaf ekkert annað að gera þetta, það var ekki nokkuð leið líka, svo vond þjónustan, svo mikið spilling þetta, þú ert alltaf að múta allir í fílu, einhvern veginn. Já, ok. Þannig að þú þarft bara að drekka þig frá því að vera þarna. Ég skilði, en þú varst að flýja... Kýl í mig. Svo fórum við á einhvern hefið svona, við fórum á einhvern svona annálaðan, svona bara world famous einhvern svona hilsu og grænmetistað, skilur við, sem var alveg geðið ykkur, allt lífrænt og eitthvað. Og svo vorum við búin að geta eitthvað ógeðslega hilsusamlega, það var allt einhvern veginn, það var bara, þú veist, allt einhvern veginn bara lífrænt og eitthvað whatever. Svo fengum við náttúrulega bara í lokin bara, þú veist, vodkastöð. Sem mér fannst náttúrulega mjög eðlilegt. En þetta var sko, þetta er ekkert staup, þetta var svona kaffi. Já, bara svona mjólkurglasa vodka. Það var basically bara svona hálfi lítur af mann. Útilaup hjálpar endast lengur í kynlífinu. Þú mikið fyrir það að fara út að hlaupa eftir? Já, ég hleyp stanslust, engungu þessu ástæðu. Já, þetta ég reyndar skil ekki alveg hvernig það tengist. Ég hljóp hingað. Já, ég sá það var skósveittur og bættir. Já, kom alveg bara. En það endistu? Með drasli, já, ég er með drasli úti núna. Ég er með blóði draslinu as we speak. Konur sem finnst bjór, það eru 2 réttir. Konur sem finnst bjór góður á bragðið eru líklegri til að sofa hjá á fyrsta deiti. Já, þetta er bara eitthvað sem stóð í stjórnumstærendum. En punktin er að bjór er hræðilegur. Á bragði? Já, hann sleppur svo sem. Drekkur ekki bjór sem sagt? Nei, ég reyna að forðast það. Já, en bara yfir svona horfa enska boltan eitthvað, hvað, ferðu það bara beint í dræ vodka, tekja litra? Hef ég ekki hort á boltan með ykkur mongolítur hana? Var ég að drekka bjóra? Eitthvað rom með eitthvað djöfilinn? Ég var að byrja að lýsa leiknum, sko, betur en gæðin sem væri vinnu með það, hana. Já, svo líka mjög fyndið þeirra bara að horfa á fótboltaleik. Þú ert alltaf að hnexlaðar að maður skuli nenn að horfa á þetta. Já. Þú ætlar ekkert að ná þér bara yfir það. Nei, líka svo lengi. Það er líka kannski gott öður úti og það er dimmt inni, þetta er svona, þú veist, þetta er svo að vera bara í einangrun. Já, þið finnst þetta þunglindislegt. Það síðasta sturla starinn dagsins. Hitler skaffaði hermönnum sínum kynlífsdúkur. Sturlu starrend. Já, samkvæmt sturlu starrendum. Það var hann að græja það með hermönnuna sína. Já. Ég veit ekki okkur. Jú, ég kannski geta haldið. Hann var svona var hann fínn. Já, þvílíkur toppnáðungi. Þetta voru sturlaða staðreyndir hér eftir örskamma stund. Þá fáum við hraðaspurningar, töðhotnið og fleira, en auglýsingar fyrst. Aktu taktu, sumartilboð, Osborgari og kók á aðeins 599 krónur. Aktu taktu, beint í bílinn. Aktu taktu, Happaþrennan, skemmtilegt að skafa. Vökum lengur. Það er opið til miðnættis í A4 Smáratorgi. Te og kaffi sér kaffiböninnar, brennsluna, kaffivélarnar og gæðatekkin á stöðinni með bragðgóðum árangri. Stöðin. Universal kynir Kick-Ass 2. Who the hell are you? I'm Kick-Ass. Þau eru mætt aftur til að klára það sem þau hófu. The real world needs real heroes. Aaron Taylor Johnson, Chloe Grace Moretz og Jim Carrey. I'm here to end Kick-Ass. Kick-Ass 2. Frumsýnd 21. ágúst í samstarfi við Coke Zero og Lenovo. Á hverju ári greinast að meðaltali 737 karlmenn með krabbamein. Við ætlum og verðum að fjármagna nauðsynlegt tækjakaup Landspítalans til geislameðferðar. Sýndu þinn stuðning. Bláinaklin.is 1909.is þegar þig vantar smá lán. 1909. Áskrifendur í Stöð 2 Vild fá veglegan afslátt hjá samstarfsaðilum Stöðvar 2 í ágúst. Frábær tilboð hjá GAP hjólabúðinni, Skemmtigarðinum Grafarvogi, Skemmtigarðinum Smáralind, Vörðklass, Rocky Reykjavík, Ritz og Pizza og margt fleira. Kynntu þér tilboðin nánar inn á stöð2.is. Það margfalt borgar sig að vera í áskrift. Stöð 2 Vild er snillt.
FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. FM. Það var í umræðinu hérna hjá okkur aðan, Frank Ocean með lagið Lost. Varum þetta á Íslandi daginn. Já, með fína tónleika. Já, var það ekki flott? Jú, það voru góðir. Já. Hann tók ekkert uppklapp en annars feskur. En það hins vegar komið núna, sko, já, ég ætla að minna hlustundur á að ég með á Twitternum. Það líka fínt að ég taki hraðaspurningarna núna, þannig að ég sé ekki vera að spyrja það sömu spurningar. Ég ætla að henda þér í spurt og svara þetta líka eftir. Og þannig að þeir sem inn á Twitter geta farið á Twitter-akkántin minn, @b, og komið með spurningar á ERP með hashtaginu FM95blö og ég spyr hana þessu öllu saman eftir. Ég búinn að setja þetta inn á Twitter og það komnar nokkrar fínar spurningar, en byrjum hins vegar á hraðaspurningum. Þú að fara að spyrja mér hana hratt? Já, að ég ætla að taka þær á undan, þannig að fólk sé ekki að fara að koma með sömu spurningar í spurt og svara, fattur. Og þetta er ekki flókið erpur, þú bara hreinsar hugan og segir það fyrsta sem þetta eftir hug, þú ert nú frekar hreinskilið maður, en ég hef litlar áhyggjur að þér. Já. Og þá spyr ég... Þú búin að loka augunum. Ertu búin að loka þeim? Já. Ok, varstu tilbúin í þetta? Nú sé ég þið ekki. Nei, gott. Ertu klár? Já. Þá byrjum við 1, 2 og besta bíómynd allra tíma. Farðu að sjáðu. Hvað sagðu? Hún heitir Farðu að sjáðu. Elim Klímov. Já, ok, farðu að sjáðu. Stuðsmynd. Sællinni. Æðislegt. Og þá fyrir við í næsta. Bestu sjónvarpsþættir allra tíma. Johnny Nass. Hvað setur á pizzuna þína? Allt. Hvað drekkur á djamminu? Rom. Besta hljómsveit allra tíma? Rottweiler. Besti söngur allra tíma? Erpur. Besta hljómsveit erlendis allra tíma? Bara ég ef ég væri erlendis. Hver upp á hljómsveitin, Erpur? Ég get ekki sagt það, ég búin að hlusta tónlist svo lengi. Já, menna, hvað kemur fyrst upp í hugan? Þú ert alltaf bara þú sjálfur það? Já, þú ert alltaf með. Ég, Erpur, Blasrocka. Já, sorry að þú sért kannski ekki tónlistamæður. Já, ok, varst búin að gefa út, já, hvað hræðileg, ok. Crazy Bastard. Já, alveg rétt, það var frábært, herru. Þú ert alltaf að tala um hana hræðilega bandið. Nirvana? Nei, það er gott. Þú ert alltaf með þarna uppáhaldsdraslið þarna, eitthvað grunge og þarna síðan 92 eða eitthvað? Creed? Creed? Nei, ég hef Nirvana, maður. Ég þróast. Já, ok. Þannig að það er svo erfitt að segja eitthvað. Ég veit það, en hvað kom upp í hugan þar? Kemur bara Rottweiler upp í hugan? Já. Næja, ok. Hefur þið lent í slagsmálum? Já. Hvað kveikir í þér? Bensín. Besta nammið? Hlaupskeppnur. Ef maður hitta hvern sem í heiminum, hvern myndir vilja hitta? Maradona. Ertu nískur? Nei. Hefur þú tekið póka með þér í krónuna? Já. Bónusbóka, sko. Ríkisstjórn Íslands er? Mannarskítur. Ofurmatt og djók. Hver er besti rappar Íslands? Erpur. Fyrir utan sjálfa þig? Ætla sér ekki bara Cesar A, Bent, bara krúið mitt. Uppáhaldslið í ensku? Verði ekki að segja þetta. Ég er ekkert að fylgjast mikið með ensku, en með Liverpool þarf vel að vera þannig. Er það Liverpool? Ég veit leiður illa þegar ég sagði þetta. Nei, ég er ferskur. Ég fylgjast ekkert mikið með þessu, en vinir mínir eru mjög mikið í Liverpool gírnum, sko. Ég hef farið á leik á Anfield og það var hressandi, sko. Ok, uppáhaldslið á Íslandi? Blikarnir í boltanum og káir í körfunni, eða ekki bara löflétt. Uppáhaldslið í NBA? Sko það, já. Alveg sama þar kannski? Heat bara. Miami Heat. Fallegasta kona heims? Utan allt sem er skylt mér. Þá getur þú svona farið gegnum katalógin minn tíðina, þetta er glæslegt. Og síðan bara, já, Eva Mendes má vera þarna. Eva Mendes, mókin, áruðu feskir. Ef við förum yfir þetta besta bíómynd allra tíma, það var eitthvað rússnesk heimildamynd, alveg æðislegt að fá það svoleiðis svar. Farðu að sjá þig. Farðu að sjá þig. Það er akkurat það sem ég ætla ekki að gera. Sorry, ég sé ekki til á bara Vaffa S-leigunni á króknum. Nei, ég er bara góður. Ég hef engan áhuga að sjá hana. Kannski ekki komið með eitthvað sem fólk þekkir. Hvað er svona uppáhaldsbíómyndin sem einhver hefur séð? Sem þú hefur séð? Já, bara sem að einhver hlusta... Þá hefði ég þurft að segja, þú veist, Fast and Furious. Ertu Fast and Furious? Gremlings, Goonies, eitthvað sem þú þekkir. Þú veist, sem einhvern lágkúru kjörður. Gremlings og Goonies, hvað er þetta gamall? Hræðilega myndir. Ég er að tala um Vaffa og S-legun á króknum, eina sem þú séð bara. Fast and the Furious bara, ok. Fast and Furious 7, sko. Það er eina sem þú ekki sammála með. Hver er besta bíómynd sem við séð sem er actually með þekktum leikari, getur þú sagt mér það?
Getur nefnt mér eitthvað svona geggjaða mynd? Þekktum leikara? Já, ok, þú... Shawshank eða Godfather eða eitthvað svona sem að... Godfather er náttúrulega geðveika myndir. Ok. Tvisturinn er bestur, sko. Godfather 2. Já. Þú vilt að, sko, þetta rosalega erfitt að ég þurfa að fara bara... Ok, þannig er þetta strax komið inn, Godfather 2. Ón í lágkúruna. Takk fyrir það. Ég þarf að opna einhvern snakk, einhvern bacon-bögguboka. Takk fyrir að koma í bíómynd sem er töluð enska, það var helviti fallið það er. En, býtu, svo ég klára aðeins. Það eru, sko, Requiem for a Dream, hún er náttúrulega klikkuð, sko. Já. Og þú hefur kannski frétt af því að hún hafi verið gerð, ekki? Jú. Já, þú veist alveg að það er actually, já. Já, ég alveg nettur movie buff, sko. Innmitt. Ok, Pítsuna hennar, hvað sagður þú? Setur allt? Já, ég var nefnilega að gera pítsu í fyrradag. Já. Setti bara eitthvað kjaft á hana. Ok, hakk og rugl og bacon. Já, bara eitthvað... Ég smakkaði með bönunum daginn, það var alltaf leið. Já, hvað var það? Pizza 67 á Króknum, eða? Nei, Pizza 67 er ekki á Króknum, bara geta keppa á Ólafshús. Besta hljómsveit allra tíma, þar það er Rottweiler, þú lent í slagsmálum. Ertu mikið í slagsmálum? Nei. Þú ert að lover, not a fighter. Já, þetta er mjög langt síðan. Já, úlingsáronum. Já, þetta gerist. Þegar hvað kveikir í þér, það var bensín. Já. Nei, ég er með fréttabarna fyrir fram að mig og gæði sem heldur bensín yfir sig. Já, næs. Og ætlaði að kveiki í sér. Og svo voru hlaupkallar besta nammi. Já, tjóður hlaupskeppnin góðar maður. Þú vildi hitta Maradona. Já. Og hefur tekið, það var einn vinniðin, góður vinniðin sem sagði mig það að þú hefði tekið póka með þér í krónuna til að setja vörurnar í. Ég hef aldrei heyrt af þess. Hvað kostar pókinn? 10 kall? Nei, ég get alveg lánaði, sko. Ég er alveg, ég er alltaf með í bílum, bara, þú veist, sko... Póka til að taka inn? Bara, sko, marga, kannski svona 30 stykki. Af alls konar, ég reyndar í alveg, ég þóli ekki að kaupa alltaf póka, svona miljón eitthvað bónus, þetta er ekki svona töff. Ég finnst kannski töff að lappa með bónuspóka, skilur. Nei, mér finnst bara ekki töff að taka plastpóka upp á vöðsónu þegar ég er að versla í einhverju búð. Ég ger það eiginlega alltaf, sko. En ekki að það er ekkert að því? Nei, þegar ég man eftir, þá ger ég það, sko. Ok, þarna eru við búin að fræðast aðeins meira Erben ef að þið eigið betri spurningar handa mér endilega sendi þér á Twitterinn og við verðum með spurt og svarað hér á eftir en já, samkvæmt ég var á vísi.is að þá hittu Manuela og vinkonu hennar kannski sagðum það mitt við Manuela og vinkonu hennar Ég held hún að við sagt að Stay Ég held hún að við bara sungið þetta lag fyrir þær stöllir Þær voru þetta í New York, já, djöðlega þetta resandi Ég man nú að Ég getur nefndir ekki gert grína þessu, þetta er ekta ég ef ég sé eitthvað á stekki á hann með síman. Ég veit það, þannig kynntust við. Þú stökkst á mig og bara múið. Nei, ég er að tala um að hitta ykkur að fræga. Já, og Nei, mál er að þú stökkst hendur á mig að bauðst með vinnu. Nú, í vörd. Talandi sko að þurfa að geima plastbóka, sko. Þú varst að bjóða með vinnu í 70 mínútum. Já. Pitsur og Fanta og kipuröka. Að taka bókana? Já. En nei, það var alltaf eitthvað. Nei, engar ákveð, þú mútt alltaf bara taka, þú mútt alltaf fá að taka mynd af þér með mér, sko. Já, takk fyrir það, menn. En ég er komin af á Króknum. Já. Og það var mjög skemmtilegt og þegar núna ert þú mikill lágkúru larfur og hefur engan áhuga á hvað það er margt merkilegt þetta. Ég elska ekki svona bull. Já, en þú ert að tala með vaffáðsleguna með Fast and Furious í glugganum og þú ert að tala með eitthvað svona hæðilegt eitthvað. En séðu þetta hérna, sko. Hérna er ég með svona skinn af loðskinn. Já, Binni, Blöster, besti vinur minn var að vinna í loðskinn í 2 ár. Herðu, ég fór að skoða þetta. Þeir súta, við erum að tala um að annað hver sultupartus í heiminum. Hann rúlar í skinni af Króknum. Já. Sjáðu. Og það er sko Karla Lagerfeld. Hann gengur í pungskílu úr karvaróði sem er sútað á Krók. Það sjálfsögðu. Allt þaðan. Og við erum að tala um í forðinn. Ég er að þú ert án aðdáð til Söðakrók, stjórnir annað með hann. Já, sko, allt sem er að ég meina að þú veist, ég verð nú að segja að þú varst nú ekki besta kynningin. Krókun gætt fengið maður og málið að ég og svo var líka fórlega 2 sögum að því hvort þú væri nokkuð frá Króknum. Jú, bæði, sko, fættur og uppalnegar. Ég var að rúla þarna með glæsluliði og þegar hann var að tala um, sko, hann var 1 Blöndal þarna, hitti 1 Blöndal. Og hann var að segja að þú væri ekkert Blöndal. Nú, ég sé feik Blöndal. Þetta ötti blöð.
Þetta var að Blöð var stytting á Blöndós. Þetta Blöndós? Anskotin, það þetta fínt fólk á Blöndósi? Já, einmitt, það? Já, Er það? Já. Ok. Það líka, það er Kvöt og Tindastóll, það verið að spila saman í fótbolta og svona. Já, og svo komst ég að öðru. Ég held að eitt eld, sko, hvað heldur þú þessi elsta fótboltafélag á landinu? Voru ekki KR að halda upp á 100 ára ammæli? Er þetta mikið það? Tindastóll er orðið 105 ára eða eitthvað, ekki? Sko Nesti og Hofsósi 115 ára. Já, það er þetta grjótætt. Baltas og Kormákur eru spilaðir næsta, sko. Og krakkarnir hans hann er bara fluttur á Hofsós. Já. Krakkarnir hans er að spila með... Hann vil bara vera þar. Hann gæti verið með eitthvað risa villu í Hollywood, hann vil bara vera á Hofsósi. Já, mér finnst það líka svo bara mjög skemmt. Það er utan við þjóðveginn. Það er notalegt að... En þú komst heim í dag frá Sauðárkróki á þriðjudegi. Hvað Ég lagði af stað. Keyrðurðu sjálfur það? Ég keyrði sjálfur á Yaris. Ok, komin á Yaris. Já, ég er á Yaris og í bili og þetta er sko, eins og ég hef nú margt gott að segja um Yaris sko. Þá er þetta einhver stórfull, þetta er örugglega fyrir Bandaríkjamarkað. Hann er bæði sjálfskiptur og beinskiptur og þetta er svo hræðilegur bíl. Er hann? Ég var að keyra hana bíl. Hvað er það? Það voru gamalt fólk að labba fram á mér sko. Já, það er ekki bara að þú varst að spara bensín með það? Það var labba fram á mér, það var gæja að labba aftur á bæk fram á mér. Og þú og Jaris? Og ég og Jarisnum var bara þennja helviti saumavélina, það voru allir fram á mér sko. Það voru dýr sem fóru fram á mér, það voru bara, og djög, og þú veist, vá hvað það var hræðilegt, ég er ekki náðan. Hvað varstu lengi að gera frá Króknum og í bæinn? Ég var, eins og ég sagði, ég laðast á sunnundag. Nei, ég myndi segja að það hafi verið svona 4 tímar. Já, vá. Er það ekki hræðilegt? Jú, það er svolítið, ekki nú að stoppa alls þar á leiðinni. Ég stoppaði hvergi á leiðinni. Já, þá er þetta skelfilegu tími. Já, en það sem ég er svo ánægð með að þú veist, það var Blönduóslöggan. Hún var bara... Hún var væntanlega ekkert að fara að stoppa þig. Ég rúllaði bara framjá og var bara... They see me rolling, they hate him. Og þeir náðu að heyra allt lagið alveg 8 sinnum að ég var svo fokkin hagfara á þessum Yaris. Hvað er hann litinn? Hann er enda svartur sem er bálinn sko. Ok. En hann er sko, en það sem maður getur gert margt á leiðinni. Og ég var fekk mjög skemmtilegt Snapchat frá Svessa Bergfjess. Ok. Og þegar Snapchat, ert þú með Snapchat? Ég er með Snapchat, já. Þú veit Snapchat, gott maður. Ég þarf að bæta þér aðeins. Nei, ekki sjá. Nú ferðu að fara að fá fallega myndir. Vel ekki að fá titlingin á þér í boxinu. Nei, góður. Nei, málega er að sko, ég er rosalega illa við þegar fólk sendir barnamyndir til mín. Já, hvað myndir að sér að börnunum? Já, sko, nema séu börn sem actually eru tengd mér. Sem ég er gaman af. Og eða séu fyndar, eins og Svessi Bergfjess. Já, við skulum byrja, þetta er allt annað umræðinni sem við skulum takla hér eftir. Við þurfum að fara aðeins í auglýsingar og svo skulum við ræða þess Snapchat. Já, ég er mjög... Það er eitthvað sem segir mér að þú sett grimmur þar. Ég er grimmur, sko. Já, ég kemur ekki á vart. FM 957 og OK-búðin kynna. Back to School Instagram-leikur OK-búðarinnar. Sendu inn mynd á Instagram af þér við að æfa einbeitinguna, sama hvernig þú gerir það. Mertu myndina með tagginu OK-búðin og hashtaggaðu einbeiting á Instagram og þú ert komin í pottinn. Leikurinn fer fram frá 12. ágúst til 7. september. Verðlaunin eru ekki af verri endanum. 2 heppnir þáttakendur verða dregnir út á handahófi og vinna glæsilegar fartölur frá OK-búðinni. Önnur fartölan verður dregin út kringum 20. ágúst og hinn þegar leiknum lýkur þann 7. september. FM 957 og OK-búðin fara back to school með fulla einbeitingu. Elements og Corona kynna. Klúbbakvöld með Superflu og Samaris í Hliðarsal Hallem á Menningarnótt ásamt Ghost og Björsa Brunahanna. Hvar verður þú? Þann 24. ágúst. Sýndu okkur hversu einbeittur þú ert. Taktu þátt í skólaleik OK-búðarinnar á Facebook og Instagram. Við finnum réttu tölvuna fyrir þig. OK-búðin Höfðabakka 9. Ertu búin að nýta þér afmælistilboð Dominos? Allar stórar pizzur á matseli á 1390 krónur ef þú sækir. Og hlusta á þetta. Í dag fá 20 heppnir viðskiptavinir glæsilega gjöf frá okkur, áskrift að öllum stöðum 365 í 3 mánuði. Já, hlátur, grátur, rómantík og spenna í 3 mánuði. Pantaðu með appi, á netinu, eða síma 5812345. Dominos. Árið 1909 gastu ekki leyst krossgátu. Það skiptir þig engu máli. 1909 skiptir þig máli. 1909.is þegar þig vantar smá lán. 1909. Komdu með skiptibækurnar í dag. A4.
Verum góð, betri, best. Ert þú búinn að kaupa bláa naglan? Styrktu verðugt verkefni og legðu þitt að mörkum. Bláinaglin.is FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending all land. Perform.is FM 957. Erpur er ekki mikið aðdátt á þessu lagi og ég. Verið hjartanlega velkomin í FM Blö, a.k.a. tónlist til að sjúa þig. Ég er Darling hér með Olli Murs og ég er ekki að íkja þegar ég segja Erpur spurði mig þrisa hvað er mikið eftir að þessu rusli. Hvað hérna? Ég er þetta... Er þetta ekki lagið sem þú misti meitóminn við það? Jú. Já, ekki með það? 95? Nei, Olli Murs. Toppla hann þar. En það er hins vegar komið núna að spurt og svara. Við vorum reyndar að ræða snappið hérna. Við verðum að klára þetta snappið. Það sem ég ætla að segja er það, að eins og snappið er nú skemmtilegt og svona, það er... Það er illa að mynda börnum. Sko, ef þetta eru börni mín, börn sem ég... Börni þín? Hvað áttu börni þetta nátt að brista það? Jú, svona, kannski, eitthvað, ég veit ekki. Alltaf svona, ef það er grunur, ef það líka grunur á, þá má alveg senda það á mig. En hérna, þú veist, börn sem maður gaman afskilur, maður á litla frændur og litla frængur og svona. En einhver random börn, einhver random fólki, sem er bara að borða barnamatt, ég bara borgar, ekki senda mér eitthvað kjaftaði. En sko, nema, ef þetta er börn sem ég veit ekkert hver eru, þá má það ef þetta er eitthvað skemmtilegt, sko. Svessi Bergfís, hann var sendið mjög gott barnasnapp á hann. Það var eitthvað lítill frendans sem hann let segja bara eitthvað kjaftaði. Það var eitthvað lítið barn. Svo kom hann bara... Sem er kjaft? Sem er kjaft, hann kom bara, nei, þú mikli ostaveislu meistari og gorgonzola greifi. Ég var bara, yes! Þetta málu, þannig að það sem ég er að segja, ég er ekki að segja... Hvað er það, þetta nýja hér? Eitthvað ostaveislu meistari? Hvernig byrjar það með þetta? Við borðum bara ostan, nigga. Hæ? Við borðum bara ostan, nigga. Borðum bara ostan? Þú ert svo mikill bjúgukall. Já, ég meina, þó ég sé ekki einhver ostaveislu meistari hérna. Rossa bjúgu og með þetta hlusta á þessa músík, maður. Það er eitthvað sem að hræðilega bjöllu sem klingja þar. En góð til með þessar spurningar. Já, þetta er sem sagt, og þið getið ennþá sendt hérna inn á Twitter, því að við erum að fara núna í spurt og svara. Ef þið eru með eitthvað spurningu á Erpa, sendið á @b á Twitter eða hashtaggi FM95blö. Og það er konar nokkrar mjög skemmtilegar hérna. Og Kristinn Þór, hann á hérna fyrstu, sem var nú ekki hraðaspurningum heldur, á Erpur Eyvindarsson kærustu, spyr hann. Það svona aldrei að vita, sko. Aldrei að vita? Ok. Kristinn Þór, kannski er þetta einhverju nær þarna. Er þetta sem sagt, er þetta eitthvað working progress? Aldrei að vita, sko. Aldrei að vita. Svo er það Jónas Guðmundsson, hann spyrði hér hvernig síma á Erpur Eyvindarsson. Ertu með 2? Tjóð eftir ballinn, maður. Já, þetta er bara mennir að kasta út mismandi eitilum, það er alveg það, sko. Hvað ertu, þú ert með Nokia? Já, ég er með, sko, Nokia, þetta er svona, það er rosa gott að eiga eitt svona sem að mann er að missa á djamminu og svona. Svo ertu með eitt hérna sem er, þú veist, iPhone sem er, þú veist, fyrir allt kjattaði, Snapchatið og dick pics, hérna, það fyrir allt í gegnum hann. Þetta hérna er náttúrulega bara til að svara í síman. Ok, hann er með iPhone og Nokia. Friðrik Dór spyr hér, hvort myndi Erpur, a.k.a. Tóti Sund, eins og hann kallaði, frekar tróða meðalstórum köngli upp í afturendan á sér eða drekka Bacardi í stað Havana Club? Ég myndi taka köngulinn, allra baki sjómarækinn og raða honum, ég myndi raða könglum. Hvað hefur á móti Bacardi? Bacardi rasi spræði, hefur þú smakað? Þetta er bara líkjur, þetta er bara eitthvað faggasósa, sko. Ég sko, til að tala um alkoholisma og fíkn, ef við erum að tala um það á hann, Lindsay Lohan vingunina, ég verið í partí þar sem allt var búið, nema, þetta var þegar ég bjóð með alla skemmtarnalögu. Allt innu dróðu við fram bara, einhver dróð út úr raskatana og segja eina Bacardi Ras. Og það var bara partí að bara búið, það er bara, þetta er búið. Ég veit ekki, hvað er það að mínu vinnu? Við erum mikið Bacardi Ras. Hvað er að þínum vinnu? Hvað er ekki að þínum sultum partís? Það nýtt að setja í vatnir, það er þetta holdt og gott. Já, þetta er holdt, ekki. Það er aldrei holdt, kannski. Men að drekka bara drekka almennilegt dögt rommi, almennilegt viski eða konjak, sko. Það er bara holdt, sko, ekki bara kannski eitt klakki, sko. Svo kemur snillingurinn Siggi Sörnesen, hann er með góða spurningu hérna. Af hverju elskar Erpur Framsókn svona mikið? Hvað er það með Framsókn? Af því að ég hef unnið mikið með þroska. Er þetta sem sagt eitthvað kaldhæðinni? Já, Siggi Sörn náttúrulega
eins og hann nú mikil toppmaður, sko. Það var eitthvað, hann datt. Hann var einhver sem drakk á meðgöngunni. Hann er alveg vanskapar í stjórnmálulega, sko. En ógeðslega góðu gæi að öðru leiti, tjóðan fýtt maður. Ok. En þetta var gott sem að Frikki var að tala með sundið. Ég náttúrulega æfði sund með Breiðablik. Byrju, a.k.a. Tóti Sund? Já. Hvað, æfðið þú sund? Ég æfði sund, já. Hvenær? Ég segi það, þegar vinir mínir Varstu góður, eða? Sæltilagi. Vinir mínir voru að æfa körfubolta og fótbolta. Þá æfði ég sund og siglingar. Já, þú hefur alltaf verið svona aðeins öðru í þessi. Hélstu að ég var í... Siglingar? Já. Já, það er eitthvað töffuð það, ég geði það. Það er mjög bálinn. Já. Þröstur spyr, hvað er Erpur gamall? 35. 35 ára. Elisabeth Thomsen spyr hérna, ég vill eiginlega ekki bara fá svarið við þessu, en hvað myndi Erpur gera? Það myndi vakna morgun sem auðvitað blöð. Hvað var það fyrsta sem það myndi gera? Hengja mig. Já, ég gott leiði við svo. Þetta er löðalöðum. En ég veit ég rífi drastlamana með það. Já, ok, gaman. Ég myndi gefa það, veit þið. Já, takk. Andri Már spyr, hvenær kemur Johnny Nas á DFD? Þetta er mjög góð pæling. Þetta er bara leti. Ég þarf bara að sleppa einni helgi úr og sleppa því að fá mér eina helgi og bara klára þetta. Ok, þannig að það styttist í það? Já. Svo spyr Guðbjörn Jensson, hvernig getur Erpur hatað Kúpverjan Armando Cristian Pérez svona mikið? A.k.a. Pitbull. Þetta er vist Kúpverji. Já, sko, hann er aldrei komið til Kúpu. Hvernig getur þú hatað hann svona mikið? Hann er aldrei komið til Kúpu, þannig að hann er ekki Kúpani. Jæja. Þetta er einhverjum Miami-gyðingur. Já. Þú veist. Það er ekkert, sko, það heitir ekki alveg Kúpani að búa á Miami, sko. Ok, Anton Ingi, hver er besti stað til að skemmta á Íslandi? Eða hvar finnst þér skemmtilegast að performa? NASA var mjög skemmtilegt. Já. Faktori var mjög skemmtilegt. Prikið er alltaf gott. Höllin. En svona út á landi? Þú ættir að velja að ranna bæjarfélag? Sjallinn og Akureyri. Já. Ég meina, Mælifell á Króknum. Ég hef spilað allstar. Ég hef spilað félagsheimili á Hofsósi, þetta er mér skemmtilegust staðar að spila. Já, mér sýnist Anton verið að fara á Selfossi, þannig að hann var að vonast eftir því, held ég. Já, 800 bar, í Sálugi og 9. Svo er hún Sigrún hérna, hún... Ég basically, veistu, þetta er allt gott. Já. Ef bara það er gott hlúðkerfi, þá skiptir engum alveg hvað maður er. Allt er gott fólk á öllum þessu stöðum. Já. Sigrún hérna spyr, hvað er uppáhaldslægið þitt með sjálfum þér? Já, ég meina, með við hraðaspurningar á hana, þá á ég nógu upp með sjálfum. Ég myndi að segja að það væri Blasroka Akbar og svo myndi ég náttúrulega að segja að maður koma heim, ég er helviti gott lag. Ok. Gópa gamanarbyrðinni. Já, og svo það eru nokkra viðbútt, ég skal taka eina, tvær. Freyr Snorrason, Blasroka, þú segist vera stuðningsmaður Blika. Hvað er eiginlega langt sem þú mættir á leik? Já, er Freyr Snorrason að rífa sig núna? Leita dýrið. Það ertu bara að sjúga Dick, Grimmi frændiðinn. Þetta er þetta topp maður, hann er bara ungur. Hvað er langt sem þú mættir á Blika-leik? Þetta er Vestur Kópavogssaskan. Hann var eitthvað innan með, sko, að rukka með daginn og ég sagði sem ég náttúrulega hef ekkert mætt, þessi tímubili hef ég ekkert mætt, sko. Já. Og og ég er búinn að segja hann áður, ég veit ekki hvað drakk á meðgöngunni í þessu tilfelli vegna þess að þú vissir þetta alveg fyrir. Ekki láta mig koma hann upp í 200 og raskjallega. Og svo er í restina, nei, eitthvað ertu búinn að finna peysuna og hvað, Magnús Helgi. Peysan. Hvenær misti Erpur sveindóminn? Ég veit eftir ég er ekki ennþá búinn að finna þessa peysu. Nei, en hvenær mistur þú sveindóminn? Höfum það bara síðustu spurningu dagsins? Ég misti sveindóminn þegar ég var 15 ára gamall. 15 ára? Og það var ég bjóð í Kópavogi þá, en ég fór í Laugarnesið og hún var á Laugarnesi. Ok, þá veitum við það. Þetta var spurt og svarað með Erpi Eyvindarsinni og hér er No Love, Eminem, Lil Wayne og Hattavik. Hvernig vilja þetta? Þetta er fínt. Þetta er ekki gott? Tækifæri að vinna sæti í vítaspyrnukeppninni gegn David James 100.000 króna inneignarkort. Þú skráir þig til leiks núna og áfyllingar þínar í júli og alveg fram til 31. ágúst gilda í leiknum. Þetta er dauðafæri. Orkan. Taktu þátt í söfnunarátaki Bláa Naglans á bláinaglin.is. Dregnir eru tveglegir vinningar. Allir þeir sem styrkja með símtali geta átt von á vinningi. Meðal vinninga eru flugferðir innanlands með Flugfélagi Íslands, snjallsímar frá Nova, luxusgisting á Hótel Rangá,
dráttarbeisli frá Víkurvögnum, gjafabréf í Perluna og fleira. Þú finnur allar upplýsingar á bláinaglin.is. Corona kynnir. Undankeppni Movida Corona, stærstu DJ-keppni í Evrópu á Harlem, 30. ágúst. Taktu daginn frá. Universal kynnir Kick-Ass 2. Who the hell are you? I'm Kick-Ass. Þau eru mætt aftur til að klára það sem þau hófu. The real world needs real heroes. Aaron Taylor Johnson, Chloe Grace Moritz og Jim Carrey. I'm here to end Kick-Ass. Kick-Ass 2. Sýnd í kvikmyndahúsum land allt í samstarfi við Coke Zero og Lenovo. Það eru 1350 milljónir í pottinum í Víkingalottóinu. Þú veist hvað þarf að gera. Víkingalottó, alltaf á miðvikudögum. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Hárið eftir þeirra hlusta hér á FM 95 Blö. Auðun Blöndal og Erpur Eyvindarsson búin að sitja hérna síðan klukkan 4 í dag. Þetta er fljótt að líða, hún er að vera 20 mínútur í 6 klukkan. Styttist í lagi á leiðinni heim sem að tengist einmitt gestastjórnar dagsins. Sem löflegt. Flott lag sko. Tjóðlega er þetta búið að vera fínt og glæslegt. Já, búið að vera gaman að hafa þig hér. En ég ætlaði að spyrja það bara núna, spjalla eins við þig. Hvað er Erpur að brasa þessa dagana? Ég er að vinna sólóplötu og ég er að vinna með Rottweiler plötu líka. Já, þannig og er þetta eitthvað sem kemur út fyrir jól bæði þá eða? Nei. En líka punktun er að það sem er að gerast náttúrulega er að þetta verður gefið út með einhverjum öðrum hætti heldur menn hafa verið að gefa út sko, plötu. Við þurfum aðeins að bara horfast í augu við að við sem erum sko að díla við sko erum ekki með, þú veist, 98 ára bara gamlan sko aðdáendahópað plötusala, hún er náttúrulega bara. Það var erfitt kannski eða? Þetta er að hverfa sko. Já. Það er bara, þú veist, það er alltaf að vita allir, en það er bara spurning hver tekur skrefið, skilur? Færir okkur bara fram í, kemur með einhverja aðra lausn, skilur, á plötuútgáfu. Og að því að þú veist, Copacabana seldi gull, en það var rosalega mikil vinna við það. Og með að við hvað þú fær borgað fyrir að selja gullplötu, þá valla að borgið sig. Nei, ég skilja. En hvað, er ekki verið að selja þetta á netinu eða er fólk bara, kannski, það gæti alltaf frýtt bara það? Sko, núna voru dildi.net náttúrulega að henda öllus íslenska inn. Einu sinni fram að því þá voru, sko, þessar íslensku niðurhalssíður ekki með íslenska tónlist og íslenska þætti og kvikmyndir, sko. Nei. Þannig að nema svona tilvílunarkennt og svo var alltaf tekið út. En núna bara allt í unni var allt komið að inn á dildu, sko. Já, þannig að þú ert að fulli bara núna að semja tónlist. Hvernig er venjulegu dagur í þínu lífi? Menna þú varst að spila helgina og segðu okkur ekki, þú ert komin heim á þriðjudegi, það er ekki mikið stressaður? Nei, það er alveg rétt hjá þér, en ég get samið sko hvar sem er sko. Já, jafnvel á Jarisunum, þessna kannski varst í 5 tíma á leiðin. Já, ég gæti nú alveg, ég geta bara prjónað með peysu, bara, ég er svo helvítis Jaris, ég drepa hann í Jaris, en að skutla mér heim, ég þarf bara kveik í þessu Jaris. Mál er að, þú veist, maður er alltaf að skrifa hugmyndi niður, skilju. Já. Og það er rosa gott, ég er búinn að taka frí allan júli, ég fór bara löflegt, út pepin og kvapin, var á ströndum og bara til að, þú veist, hreinsa bara, hvað það hljómar mikið spelt. Hreinsa hugan. Hvað það hljómar. Fórst að finna sjálfa þeim? Já, fann sjálfa mig. Fann sjálfa mig skurði hérna. Það var í Napoli. Napoli, já, nei, fann nú ímislegt annað þar en ekki sjálfa mig svo mikið. Jú, þetta er málið, sko. Maður er rosa fínt að vera, þú þekkir þetta, þú náttúrulega sveitastrákur, skilju. Þér finnst gott að vera bara, þú veist, þú býrð mér þess að nei, betur hvað, þú býrur náttúrulega á Arnarnesinu núna, já. Já, bara við Garabæja. Já, Garabæja. Nei, þegar, að vera svona bara, þú veist, þetta ranast allt saman í haustum á manni þegar maður er ekki að gera raskat. Nei. Þú þarft Það ferðu ofhugsaðal hlutina líka á? Já, það er líka bara, þú veist, hvað erum alltaf á Facebook? Hvað kjafta er þetta Facebook-a-shit? Hvað er maður að gera? Ertu komið leið á Facebook? Þú ert... Það er kortir í það, ég springist á Facebook. Ógeðslega þreytt maður, en ég veit það, ég get alveg verið duglegur á Facebook, en ég myndi að þann tíma sem fer í það shit, sko. Já, nákvæmlega. Það eru margir klukkutímar, þú veist, þú veist, maður getur verið að gefa út alveg bara heilu, bara sko, ég meina, hvernig heldur þessi gæjar, þessi rithöfundar, Þórbjörgur Þórðarsson og Halldór Laxness og Steinsteinn, en það gæjar þú þekkir ekki neitt, en ok, þú þekktir rithöfundar, ok. Og hvernig heldur þeir að dælt svona miklu út, þessi gæjar? Þeir voru ekki á Facebook. Ef Steinar hefur bara
bara eitthvað, ég bara vaknaði í morgun. Djöðl geta sumir verið falskir. Já, veit. Það verið eitthvað, og hann fekk sér alveg hans þetta, þannig að kannski bara eitthvað, hann verið eitthvað delera fullir á Facebook, eyða tímanum í það. Þú veist, menn eyða alltaf miklum tími í það, kjátt. Er staðinn fyrir að vera kannski að semja tónlist bara? Já. En sjáu þið eitthvað meira í sjónvarpi? Eru að fara að fá meira Blas Rocka eða Erp í sjónvarpi? Það er sko, það er aldrei að vita sko, það er alltaf rosalega mikið að svona hugmyndum og dótarið sem er í gangi. Já. En mér finnst rosalega gott svona, það sem ég get sagt svona alveg 100% er að það er náttúrulega maður full að vinna í tónlistinni og náttúrulega menn vita það að þú veist er náttúrulega fyrsti singull af komandi Rottweiler-plötu. Já. Sem að, og Hvíti skór náttúrulega er af komandi Blas Rocka-plötu. Þannig að þú veist... En ekkert vesinn fyrir að vera að semja þetta á sama tíma? Stangast ekkert á við Rottweiler og... Alls ekki, sko. Það er svo, þú veist, sko, þegar þú ert með Rottweiler þá... En ef þú farið geðveika hugmynd af einhverju lagi, er þá ekki meiri líkur og hafið það á þinni sólóplötu heldur en Rottweiler-plötunni? Nei, ok. Þú veist, ekkert endilega, þú veist, þetta er náttúrulega, pælingin náttúrulega með, þú veist, í hljómsveit. Þá náttúrulega, sko, þá semja allt saman og þú veist, og það er svona, skilur, það er svona, þú getur ekki bara, skilur, þú ert ekki sólóplötu, þá er það svo gaman að þá getur þú bara ráðið öllu sjálfur. Já. En það er líka mjög gaman að vinna með öðrum, fá input og á þínar hugmyndir. Þú kannski segir eitthvað og þá segir einhver annar eitthvað á móti og öfugt, skilur. Þannig að það er á ólíkan hátt og þetta er mjög skemmtilegt og ég meina, þú veist, sumar hugmyndir eru bara, passa bara gett vel inn í Rottweiler-dótið og aðra náttúrulega í bara svona. Skiljum. Við ætlum að fá hér eitt lag með, góðum félag Erps og, reynda góðu félagi minn líka. Það segir mér hann texta. Og hann er Dóttar Gunni er mjög sniður í svona og sjálfsögðu alltaf gaman að heyra hann Friðrik Dór gelta. Já. Það er svo skemmtilegt í honum geltið. Ef hann væri hundur, hann Friðrik. Hvernig hundur var hann? Já, ég held að hann væri ekta svona, hvað heitir þetta, border collie eða eitthvað? Border collie, já. Hvernig hundur værið þú? Svona góður hundur bara. Hvernig hundur værið þú? Ég? Það er góð spurning. Schäfer. Schäfer er náttúrulega mjög cool hundur, sko. Í lojal, en svona, ekkert titlandi skottin allan daginn. Ég var til að vera boxer. Mér finnst boxer mjög skemmtilegir hundar, sko. Alltaf að djöflast eitthvað í manni og svona leikur í þeim, sko. Já. Husky eru... En er ekki nettur bulldog í þér? Jú, kannski meira, jú, kannski. En það er leikur í mig líka, sko. Já. Og þetta kastaði mig beini, sko, og tjekka á því, sko. Já. Og Golden Retriever, það var reyndar það sem ég var að leita með, það er ekta, Friðrik Dór. Golden Retriever? Já, það held ég. Þú ekki samt svona Labrador náðum? Jú, ég myndi alveg... Þú ert svolítið Labrador. Sættum alveg að vera Labrador. Já, þú ert svona, sko, þéttur á velli. Já. En svona, rosalega svona heimilislegur og... hvað er ég að segja? Við ætlum að fara í lagi á leiðinni heim og það er, sko, þú varst að segja mér þegar ég sagði hvað var í lagi á leiðinni heim. Nú er ég hef alveg verið Rottweiler aðdáandi lengi og eitt af mínum uppáhaldslögum er Bent nálgast sem er nú að verða ansið gamalt. Þú varst að segja mér þetta hér aðan, það átt að vera lagi og er lagi á leiðinni heim. En hvað, þið spilið það ekki lengur á tónleikum? Það er ekki nokkuð leið að fá Bent til að spila það. Bara vill hann ekki syngja það? Nei. Á hverju? Þú veist, maður veit aldrei, Bent er svo geðveikur, það er ekki nokkuð leið, það er bara, þú veist, einhver... En fyrir lagið í töðunar á honum, eða? Nei, hann er sko, það sem voru að gegna einhverjum með Bent, sko, hann er alltaf einhver svona spjallrásum á netinu, með einhverjum náðungum út, og hann tekur einhverja típur sem hann finnur, það mismundi bara, þú veist, hvort það sé einhver svona ell á írás, en þetta er alltaf útlend, sko, og þú veist, og svo kannski, þú veist, hefur einhverjum ekki litist endilega á þetta laga eitthvað, þá bara er hann ekkert í því. Og þá er hann bara búinn að býta það í sig, þetta sé ekki gott, eða? Þetta er svo geða skemmtilegt lag. Já, mér finnst það ekki, og þú veist, fólk vill heyra þetta. Og Bent tekur ekki mál, sko, hann... Og hvað er þetta langt sem þið tóku þetta á tónleikum? Ykkur bara ára, eða? Ára, tugir. Já, ok. Það er bara þannig. Löngu ára bara stopnu Rottweiler. Það er en lagi á samvita. Já, það er steikt en við erum ekki á Rottweiler tónleikur núna, þannig að lagi á leiðinni heim. En djöðlar Rottweiler tónleikarnir á gærunni á lögðardaginn geðveikir. Já, ég hef átt að vera þar maður. Við ætlum að fá... Met aðsókn, met stemmari, menn með drasli í blóðun og blóði í draslinu. Menn taka gærunni næstari, það er bara þannig. Þetta er lag sem að, ég væri til að heyra þegar ég mæti á Rottweiler tónleika. En eins og Erpur var að segja okkur hér, kæru hlustendur, og þá er Bent ykkur fíl út í þetta lag.
95 Blas búin að vera hérna síðan 4 í dag. Ég ætla bara að þakka þér kærlega fyrir komuna. Já, sömuleiðis. Búið virkilega gaman að hafa þér. Þetta var alveg með eindæmum skemmtilega þáttur. Já, þetta var. Og það er ekkert vísnandilega að þú þurfa að mæti vinnun á morgun vegna þess að stemningin fyrir FM 95 Blas er orðin svo mikil. Að það er sigtin og gjössanlega búin að láta vaða. En ættum við ekki að skal ég segja fá okkur. Fá okkur í kvöld? Tilgangurum með þessu öllu er að breyta mánudegi í föstudag. Það er þriðjudagur. Er þriðjudag? Enn betra. Ég er að fara fótbolta. Já, ok, þú getur ekki fengið þér. Komin í 4. deildina, þá getum við það ekki lengur. Maradona fær sér fyrir eftir leiks. Það er búið að vera sannur reyður að hafa þig. Við verðum hér á morgun, ég og Pétur Jóhann Sigfússon, klukkan 4, ekki missa því. Verðum helfeskir og svo eru breytingar á 5. daginn verður Steindi Junior. Þar sem að Hjörvar Hafliðarsson er orðin yfirmaður Stöðvar 2 Sport, að þá þarf hann aðeins að bakka úr FM 95 Blö. Það þykir mér leiðilegt. Já, hann er búinn að vera mjög góður hérna. Ég nenni ekki að vera að horfa og hann vera að lýsa einhverju cricket-móti ykkur í Indlandi, en hann er náttúrulega bara dagskrárstjóri, sko. Þannig að hann þarf ekkert endilega að vera alltaf sjálfur í loftinu. Nei, en þú veist, að hafa hann í þættinu, það er mjög leiðilegt að missa hann úr þættinu. Úr FM 95 Blö, alveg sammála því. Og það búið virkilega gaman, en það kemur maður í mannstað. Hjördinat Kjærbó, hann er skemmtilegur strákur. Hann er skemmtilegur og Steindi er það líka. Steindi hann kemur sterkur inn. Glæsilegur. Já. Og svo er Pétur á morgun. Já, þetta er endalaus veisla, erpur í dag. Já, þetta eru þvílíkt fínt dæmi maður. Þurfum við ekki að fara að hittast hérna? Þetta eru kanónur bara. Já, þurfum við ekki að fara að hittast og gera eitthvað úr þessu. Eitthvað teiknimyndið eitthvað? Nei, bara fá okkur. Já, ég þakka gælega fyrir hlusturinn í dag. Heyrumst á morgun, endum þetta á fínu lagi. Tilbúið Dominos. Allar stórar pizzur á Matseli á 1390 krónur ef þú sækir. Og hlusta á þetta. Í dag fá 20 heppnir viðskiptavinir glæsilega gjöf frá okkur, áskrift að öllum stöðum 365 í 3 mánuði. Já, hlátur, grátur, rómantík og spenna í 3 mánuði. Pantaðu með appi, á netinu, eða síma 58123445. Dominos. Stundum þarftu smá lán. Hjá Múla er kostnaðurinn alltaf sýnilegur og þú getur endurgreitt lánið fyrr en samið var um. Múla.is. Peningar á mannamáli. Kauptu skólavörurnar tímalega í ágúst. A4. Verum góð. Betri. Best. Þetta er sko engin trefjapottur. Ó nei, og það eru 1350 milljónir í honum þessum. Víkingalottó, alltaf á miðvikudögum. Allir leikirnir í enska boltanum í beinni á Players við Gullinbrú í boði Carlsberg. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. FM